höldum áfram hérna í föstudagsþættinum og næst komið að því að tala aðeins Góms sem samanstendur á 2 listamönnum sem ætla að vera að sýna hér í Deiglunni á Akureyri helgina og við fengum hérna, börnin með, eða ekki? Jú. Eru það á pössu núna, eða ekki? Jú. Á sumarmánuðum. Það svolítið erfiðara heldur en bjóst við, sko. Já, þetta mjög skemmtilegt, mér finnst þetta ætti að vera svona settið. Já. Þetta að vera svona. Já, það alltaf gott að hafa þið með, sko. En segðu okkur frá Góms. Hvernig lágu leiðir ykkar saman? Sko, við byrjuðum að vinna saman þegar við byrjuðum að leigja vinnuaðstöðu saman. Hvenær var þetta? 2007. Og í rauninni var samstarfið bara kom það alveg óvart því að við fengum gefins einhverja strigarúllu og við vorum með svona ákveðna svona hringleið í stúdíónu, vorum með svolítið svona stórt stúdíó. Þannig að og einum staðnum þá strengdum við upp svona risa striga á einn vegginn og það var svona loka stöðin, sko, þar sem við fórum alltaf bara til þess að skvetta og króta og svona, sko. Já. Og eftir einhverja svona 5 mánuði að þá byrjum að taka eftir því að það var eitthvað rosalega skemmtilegt að gerast þarna eftir að við vorum búin að króta ofan í hvern annan og skemma eftir hvern annan og laga og svona, sko. Og þannig við fórum svona upp frá því fórum við markvisst að vinna svona saman á svona. En átti ekki að vera svolítið erfitt einhvern veginn að koma aftur að verki sem þú ert að vinna í og það búið að breyta því öllu? Við áttum náttúrulega í upphafi kannski dálítið erfitt með það. Já. En svona eftir með svona ákveðri vinnu þá einhvern veginn bara við vorum búnir að gangi gegnum að vera ósammála þegar við vorum málið við hluti hjá hvor öðrum en síðan einhvern veginn tók við það fyrir bara. Það er svona aðalega erfitt, sko, þegar maður að læra á hvern annan og svona að læra, sko, hvað næsta skref hjá hinum aðalunum, sko. Núna er þetta bara. Er þið farin að þekkja það? Er þið farin að læra inn á hvern annan? Þið vitið svona sirka hvað hann kemur til með að gera það? Algjörlega, sko. Já, þetta er búið að myndast í hennan eina heilsteypta karakter sem myndi þá bara vita sjálfur hvað myndi gera, sko, einhvern veginn. Með svona ákveðnum tíma sem þarf að líða, sko. Einhver svona ákveðin svona kynni sem þurfa að eiga sér stað, sko. Ég sá í myndbandi, ég sá myndband með ykkur á netinu þar sem þeir eru að útskýra ykkur og þar talaðu að þeir treysti hvort með þeim fullkomlega allavega í dag til þess að. Já, algjörlega. Og þetta, það er meira að komið upp á því stigi að við, sko, á meðan við erum að vinna þá kannski ger ég eitthvað eitt og veit nákvæmlega hvernig hann bregst við því. Og þannig að maður byrjar að spila, sko, kannski nokkur skref fram í tímann á meðan maður að vinna. En langar ykkur aldrei þá að koma hinum á óvart og sjá hvernig hann bregst við? Með ykkur alltaf? Það náttúrulega kemur alltaf allt einhvern veginn á óvart, sko. Svona, það náttúrulega aldrei einhver svona klísja í gangi, en það reynum við alltaf að, þú veist, eins og til dæmis núna, fyrir þessa sýningu, að þá erum við ekki að fókusera á mynda málverkið, heldur erum við að fara í eitthvað allt annað pakka, fara til þess að augra okkur sjálfum. Þetta við erum líka svolítið mikið þannig listamenn báðir að við erum rosalega mikið að augra sjálfum okkur og þar að leiðandi í hvorum öðrum á sama tíma. Ef við berum þetta saman við tvo aðilar sem að skrifa handrit saman, þar sem setjast niður og ræða hugmyndina og persónurnar og allt það og svo kannski fara að skrifa í sitt hverju lagi en koma síðan saman. Er þetta eitthvað svipað? Er þið að takið smá fundi konseptið eða leggið bara stað í efnið? Við erum stundum með svona grófa hugmynd, sko. Hvernig hlutir geta til að fara á stað með eitthvað, sko. En síðan einhvern veginn, ég held að það sé, bara hljómsveit með, ætlar að spila rockmúsík, skilurðu, en, endar í alls konar fléttum og einhverju dóti, sko. Og það er bara svona jam session sem á sér stað. Já, við erum kannski með bara plan A, B, C, D, E og svo bara gerist eitthvað. Listamannslífið náttúrulega stundum svolítið einangrað. Fólk getur verið að vinna bara í sínu einu herbergi. Það hlýtur að vera pínu öðruvísi að koma síðan og vinna í þannig. Algjörlega, sko. Algjörlega. Því að, já. Verður erfitt að fara að vinna aftur einn?
Nei, alls ekki. Þið gerir það nú alltaf líka, er það ekki? Jú, það er náttúrulega nauðsynlegt upp á það að við höfum eitthvað í samstarfi Að gera. sko. Að við höfum eitthvað nýtt upp á að bjóða, sko, við getum komið hvorum öðrum á óvart og svona, sko. Og þetta er svona, já, þetta er svona svolítið eins og bara að fara út á skemmtisemi félögum sem það er einhvern veginn ekkert hægt að plana það alltaf mikið út að þá verður ekkert gaman, sko. Og samanleiti eins og maður er ekkert alltaf með vinnum sínum. Þetta maður þarf að geta komið inn með einhverju nýja brandara og svona. En er þetta algengt form? Er þetta ekki, maður nánast aldrei heyrt af þessu, náttúrulega samsýningar til, það sem gerur þetta að sína sitt verk, en maður er aldrei vitað um það sem að vera að sína sameiginlega verk. Jú, er það ekki? Já og nei, sko. Ekki beint eins og við erum kannski að gera það, út af við erum að reyna að miklu meira að skapa svona, sko, heilsteyptan listamann úr okkur báðum. En svo er náttúrulega líka rosalega mikið í götulista, menn er að vinna saman og alls konar svona kollektív er að vinna saman og þannig, en kannski, það er yfirleitt alltaf miklu meira bara sko ég og þú og svo gerist eitthvað en ekki sko alveg svona Við. að tvinna það saman. Er talið Góms sem persónu? Já, við höfum gert það sko. Sem bara einn ákveðin karakter, bara einhver figur. Þannig að Góms er þá faðir þessara barna hérna? Nei, ekki veit sko. Nei, það er fyrir sjáum það í sig. Það er all me sko. Já, það er reyndar hitt lífi sko. En þú átt stelpuna? Dömuna, já. Já, bæði. Þú átt bæði? Mía og Nói. Krakkarnir mínir sko. Þannig að þú átt bæði. Ég sá sko strákurinn var að leita meira hingað í hjálpa kubbana sko. Já, það er bara næri hjálpina sko. Ég kann ekkert að kubba. Þannig að sýningin er að laugardaginn í Deiglunni og er ekki bara að hvetja fólk til að mæta hverju og það eiga von á? Klárlega, af einhverju algjörlega nýju sko. Og geti verið að fólk komið til með að fá einhverja svona pínu nostalgíu og við erum allan búin að fá mikla svona nostalgíu feeling á að fá að gera þessa sýningu sko. Hún er svona inniheldur mikið leik og svona, það er svona fjörubragur af henni, svona þegar maður lítill á fjörunni sko. Það verður allavega mjög spennandi sko. Því að þetta er mjög spennandi fyrir okkur því að við erum algjörlega að augra sjálfum okkur, þannig að við vitum ekki einu svona ennþá hvort þetta á eftir að ganga eða ekki sko. Þannig að við erum algjörlega í lausu lofti sko. Þannig að við erum Það er spennandi. sko. Það reddast. Það reddast alltaf sko. Það er gaman að það reddast sko. Já, nákvæmlega. Takk fyrir komuna. Já, bara gangum við með þetta. Við Takk næst fyrir hérna Takk fyrir þetta. eftir smástund að tala Arctic Open mótið, golf í Miniature Soul.